Við erum í skrúðvangi núna sko. Þetta eru þessar gróðurhúsin okkar. Mér dætti ég að sýna ykkur, ég er alltaf að pípa skrúðvang. Dætti ég að sýna ykkur bara skrúðvang. Ég er að vinna hérna í vinnustofun minni sem er hérna bakvið, sem ég ætla að sýna þér eftir. Hérna eru þess að stödd inn í, þetta eru 2 gróðurhús, annað þeirra heitir skrúður og hitt heitir vangur. Þess að þau voru byggð hérna samhliða árið 1985 að mig minnir eða 6 eða eitthvað svoleiðis. Og hérna þess að 2 500 fermetra gróðurhús hlið við hlið, getur skrúður hérna megin þar sem við stöndum núna og þar sem ég stend inn í núna og svo vangur hinum megin sem það fyrir mjög eftir. Svo er þetta sameinað einhvern tímann og heitir þess vegna skrúðvangur. Hérna inni var sko allt í órækt. Ég veit þetta lítur ekki út fyrir að vera einhver brjáluð rækt núna, en við erum að ganga frá bara fyrir veturinn og hérna eru við samt sem að vera að prófa að rækta eitthvað eitt og annað, sjá hvernig það gengur að þess að hafa lýsingu og ekkert svakalega mikinn hita. Þetta var sem sagt bara mólendi hérna inni, það voru bara þúfur og og bara órækt sem að þetta hefði ekki verið notað sko, þessi hluti af skrúðvangi hafði ekki verið notaður í alveg bara, þú veist, yfir 15 ár. Þannig að við fengum okkur skóflu í hönd, verkuðum gólfið og vorum að rækta tómat og gúrkur og gera tilraunir með paprikur og chili og voru svo með kryddjurtir hérna í þessum gróðurkössum. Ég gat ekki hamið mig á það, ég keypti sko eplatré. Þú veist, ég veit ekkert hvort að eftir að verði eitthvað úr því, þessum eplatrjóm. Hérna inni er í raun og veru bara allavega mitt, ég held að eiginmaðurinn sé sammála. Þetta er okkar bara, ég veit ekki, gríðarstaður, ég veit ekki hvað lukkupotti duttum eiginlega að lendi í því að hafa áhuga á því að rækta grænmeti og fá svo þetta í hendurnar. Eða fá þetta í hendurnar. Við keyptum þetta og það er alveg svakaleg vinna sem felst í að vera með svona gróðurhús í gangi. Þetta er snögg skot hérna í vangi. Það er sko, hérna ræktum við jarðarber og þetta er náttúrulega bara í total messi akkurat núna. Af því að jarðarberasísonið er bara búið og við erum bara að pakka saman. Svo á næstu vikum þá förum við að bera þetta út og þrífa og gera tilbúið fyrir næsta síson sem að ég gerir ráð fyrir að við byrjum að gróðursetja aftur í enda mars eða byrjun apríl eða eitthvað svoleiðis. En hérna erum við komin inn í vinnustofuna mína sem að er sannarlega stækkun frá því sem var fyrst. Ég var ég byrjaði að lita í þvottahúsinu þar sem ég bjó áður og það var það bil 4 fermetrar. Þetta eru kannski svona 11 eða eitthvað hannig. En það er betra. Þú veist, þetta er ekkert fancy, það er náttúrulega allt í lit og drullu hérna sko. En það er bara þannig sem vinnustofa handlítur hans lítur út. Hérna erum við með gatn í bleiti í nokkrum dungum og bara, þú veist, vinnuaðstaða. Hér er bara alltaf vatn, allstaðar litur, allstaðar slettur, pottar og pönnur og bakkar og lagarskápar sem ég var nú að vona að við myndum einhvern tímann minnka eða þú veist, þynna. Þeir eru hannaðir til þess að geyma eitthvað allt annað heldur en gatn. Þeir eru hannaðir til þess að geyma pakningar utan jarðarber og eitthvað svona stóra kassa. Mér datt í hug getum kannski þynnt það til þess að stækka plássið aðeins meira sem ég hef. Reyndar er þetta nú bara eins og jólin miðað við sko hvað ég var með fyrst. Litli sigrar, krakkar, litli sigrar. Svo detti mér í hug að það sé best að ég sýni ykkur frænkurnar. Byggðum þennan kofa eftir að klára hann. Ég mála hann ekki einhvern veginn næsta vor. Hæ stelpur! Ætlaðu að kíkja? Þessar eru heita Success. Þessar hérna hvítu og svörtu. Þær heita Elizabeth.
Og svo hinar sem eru að koma þarna fyrir aftan, brúnar og hvítar. Og svo eru nokkrar dökkgráar, það eru Easter eggar hænur. Ef þú goggar í mig. Elisabeth. Þær eru stærstar og frekastar. Það eru Easter eggars. Og þessar hænur verpa sko, lituðum eggjum, ekki hvítum heldur, svona pastel, grænum, bláum, bleikum og svo minnum endilega þessar verpi brúnum eggjum. Þær eru ekki almennilega byrjaðar að verpa. Eða hvað? Við fengum fyrsta eggið, eða fyrstu 2 eggin í morgun. Það ógeðslega kalt. Þetta drífa mig inn. Fyrsta eggið. Meira sem verptu því í varpkassan. Eitt annað egg lá á gólfinu, það var svona brúnt egg. En leið að við tókum upp þá bara fór það í sundur. Ég veit ekki hvort það var staðið upp á prikinu af því þetta var undir þeim og bara verpt á gólfið og það brotnað. Eða hvort að skilin eitthvað viðkvæm, ég veit ekki. En þú veist, fyrsta skrúðvansakið mætt á svæðið og þetta pottet eftir Easter eggar af því þetta svona grænt. Það er ég búin að koma fyrir inni í horninu mínu inni í búðinni og með bara örlítið til að tala í formi verk í vinnslu. Þau kom ég með yfir, dreifuðu ofan í þennan fína poka frá Helgu Arnar sem að ég sá að komið fullt af nýjum pokum og einhverjum geggjuðu efnum á Facebook síðunni hjá sér. Ég get kannski linka það fyrir neðan. Ef þú vilt kíkja á það. Hún gerir ógeðslega flotta tuskur. Og sem sagt, það eru 2 verkefni sem að ég búin að fitja upp á síðan síðast. Og annars vegar það, hvað get ég kallað svona praktískt prjón, eða þú veist, praktískt verkefni. Ég mjög oft með hárið uppi í hnút upp á. Og ef það þannig að þá get ég ekki verið með venjulega húð, ég verð alltaf að vera með, þú veist, eins og þessa svona slouchy beanie eða eitthvað, þú veist, svo það komist bæði eitthvað undir þessum aðeins svo lítil. Og yfir eyrun, fattaru. Sem sagt, og þá ákvað ég að prjóna mér bara eyrnaband sem ég get sett á eyrun. Get verið með þá taglið upp á og bara smellt eyrnabandi á mig. Ég að prjóna þetta úr True Merino DK. Hvar ertu? Garninu frá Vatnsnesjárn. Og 2 þráðum af mohair. Þetta liturinn að vera eða ekki vera og þetta gull í mund. Þetta gerir svolítið skemmtilegt efni fyrst mér. Og lýsir aðeins upp eða svoleiðis. Mér finnst þetta vera að koma vel út og þetta mjög mjúkt. Ég sést með þetta svolítið breitt svo ég geti haft það 2-falt. Var kanturinn, já, mér finnst það alltaf í lagi svona fléttukantur eða þú veist, þetta bara óprjónuð. Kannski má segja að þetta sé mín fyrsta hönnun. Ef hönnun skildi kalla. Ég náttúrulega lúði aldarinnar og hef ekki hvorki vit á tísku né gæti ábyggilega ekki hannaði neitt þannig að sé fatalegt þó líf mitt myndi liggja við. Bara ég ætla að kalla þetta bara mitt fyrsta hönnunarstykki. Eyrnaband perluprjónað, 2-falt með úthugsuðum kanti. Anywho. Þetta ég nýbúin að fitja upp á og að nota svolítið til þess að komast yfir tímann þegar ég að hjálpa þeirri 6 ára að læra, þegar hún að lesa, þá vill ég helst vera með eitthvað þú veist að gera. Svo ég gangi ekki á göflunum. Þú veist, maður á ekki að vera óhreinskilinn. Það bara þannig að mér finnst ekki gaman að hlusta á börn lesa.
Mér finnst gaman að hlusta á börn æfa sig á hljóðfæri. Ég get hlusta endalaust á eitthvað geðveitt glamur í píanóinu eða blokkflautunni eða svoleiðis. Ég veit ekki, það er bara eitthvað við hitt sem að, ég veit ekki, fyrir tjóðanum mér. Það verður að segast, ég er ekki búin að vinna að neinu öðru, segja til. Þú veist, ég er ekkert með eitthvað neina soldotna kroppheisu núna til þess að sýna því ég er bara, ég er búin að prjóna eina umferða erminni eða eitthvað svoleiðis. Ég er nefnilega upptekin í öðru þessa dagana. Ég er að líta pantanir, sem sagt bæði fyrir ömmu mús og aðra búð sem heitir Hannyrðabúðin, líta pantanir fyrir það og dagatalið nefnilega. Og það er alls konar dótari í dagatalinu sem þarf að koma heim og saman og svo datt ég í gírinn eftir síðasta podcast að því ég talaði þar að vilja breyta, eða ekkert að breyta, heldur nota þennan lit sem heitir Cherry on Top, sem innblástur fyrir jólalit frá Vatnsnesjarn í ár. Ég ætlaði ekkert að gera þetta og svo datt mér þetta í hug og svo var skorað á mig, þannig ég gat eiginlega ekki gert það, sem ég er mjög ánægð með því að mér finnst liturinn æðislegur og ég skemmti mig konunglega við að búa hann til. Sem sagt, tók bleika litin úr Cherry on Top og litaði þessa hespu sem ég litaði á BFL nylon sokk sem er þá hér með mitt nýjasta uppáhalds sokkagat. Ég prjónaði þarna Hermione sokkana úr því og það er bara mega þægilegt gat og einhvern veginn, ég veit ekki alveg hvernig að lýsa þessu, þetta er bara eitthvað svo sturdy eitthvað og mjúkt og heitt og æðislegt. Sem sagt, tók hennar bleika lit og bætti við svona jólagrænum, svona ferskum grænum lit og brúnum litum sem að eiga að minna mig á píparkökur eða jólakökur eða whatever. Liturinn heitir jólahjól og það er eftir uppáhalds jólalaginu mínu. Skyldi að vera jólahjól og prjóna svona upp. Ég ákvað að nota rauðan í stroffið og mögulega setja annarkvort rauðan eða grænan í hælinn og svo rauðan í tána. Ég held að það væri mjög jólalegt. Flækja. Hvað er það eiginlega við þetta? Þú veist, þegar búið að vinda hespuna upp, þetta er eitthvað svo svakalega ásættanlegt munstur og þetta. Allavega Jólaliturinn frá Vatnsnesjarn í ár, hann er til í sjoppunni, seldist reyndar upp í gær en verður aftur til og eftir, þegar þessi þáttur er komin út. Og þetta voru sem sagt þessi einu verk í vinnslu sem að ég er með á prjónunum sem að hefur verið prjónað eitthvað á og annað hef ég ekki prjónað. Ég er samt búin að undirbúa fleiri verk í vinnslu. Það var nefnilega þannig að daginn þá hafði maðurinn ekkert að gera, geti ekki haft að fólk sé að gera ekkert, þú veist, ég bara meik ekki að fólk sé bara liggja og gera ekki neitt. Þannig ég sett hann til vinnu að vinda hespur. Hann vatt þessar hespur fyrir mig og þetta er sem sagt í verkefni sem er peysa á þá 6 ára. Nú er ég að fara svolítið út á plankan sko, með því að vera að prjóna á þetta barn, því að þetta er meirinn á dekógarnið og liturinn kona með hugsjónir. Eða þetta er litur byggður á þeim lit eiginlega. Hún er langaði í peysu eins og ég átti, sem er Monman í peysan og langaði í alveg eins. Nema að ég litaði aðeins meira, setti aðeins meiri lit í gatnið fyrir hana. En sem sagt, ég er aðeins að fara út á plankan með þetta því að öll börnin mín 4 eru mega heitfeng. Var aldrei vilja vera í prjónuðum flíkum. Þú veist, það hefur verið prjónuð á þau
þú veist, endalaust af peysum og svona, og þau bara einhvern veginn, ég veit það ekki, þau eru bara ekkert í þessu. Þannig að ég er pínlítið að, þú veist, ætti ég, mig langar samt, en ætti ég, fattar það, því að mögulega verður hún aldrei í þessu. En ég er að hugsa með mér að ég allavega hafi þá bara eitt svona, þú veist, eitt til að sýna hérna í skrúðangibúðinni. Ég er með nokkur sjöl. Hérna er korter í jól sjali. Það sérst var í jóladagatalinu í fyrra. Það er ágætt að hafa svona til að sýna, þú veist, hvernig hlutirnir koma út og hvernig litirnir prjónast og þú veist, þannig. Ok, sem sagt, þetta er þá verk í vinnslu í undirbúningi, VIVU. VIVU. Svo er hérna með eitt óvænt klár sem ég prjónaði úr litnum dröfn og garninu Angel DK. Það er garn sem ég er ekki alltaf með til sölu. Þetta er baby alpaka, kasmír og þetta er baby alpaka 70%, 20% silki og 10% kasmír. Þetta er, sko, þetta er ruglmjúkt. Baby alpaka, oh my. Húfan er, þú veist, kannski er ég með svona svakalega stóran haus. Ég veit það ekki. Eða þá kannski er það hárið, þú veist, ég veit það ekki. En munstrið er sætt, ég man náttúrulega ekkert hvaða munstur þetta er, eða þú veist hvaða uppskrift þetta er. Ég er að meina þetta hérna munstur. En ég ætla samt að finna það einhvers staðar. Þetta er alveg gorgeous mjúk húfa. Og þetta ætla ég að reikna sem klár í þessum þætti af því ég fann hana bara í skúffu og hafði gleymt öll hana og átti bara eftir að ganga frá endanum hérna niður og hérna upp á toppnum. Kannski væri flott að hafa risastóran dúsk. Hvað er það? Anywho. Þetta, þú veist, já. Og svo hitt klárið sem að ég stal. Sumi. Eru vettlingar prjónaðar úr True Merino garninu mínu, fingering, grófleikann. Sko, ég er ekki að grínast, þetta er geðveikt. Bæði eru vettlingarnir ógeðslega flottir. Og garnið, það er bara mjúkt með mjúku ofan á og hlýtt, það er bara heitt. Vísu er þetta munsturprjón, þannig að þú veist, tæknilega séð er tvöfalt. Út af því að það eru þarna floaters, eða þú veist, garnin er hérna, liggur tvöfalt að því þetta er munsturprjón. En þetta er samt fingering, þetta er ekki þykkir vettlingar. Ertu að grínast? Þeir eru geggjasætir og þó þeir eru verið forljótir, þá eru þeir samt ótrúlega hlýr og æðislegir. Þetta er silfra ljósiliturinn og hérna Walk in the Woods á True Merino fingering. Mér finnst þeir æði. Það væri líka hægt að prjóna þessa vettlinga úr til dæmis dökkgráum og ljósgráum eða að vera eða ekki vera og gullbrá eða dreymi og gullbrá eða dreymi og draumahöll sem er svona ljósfjólblár eða burdox og ég veit ekki, kannski að vera eða jafnvel draumahöllinni eða yesterday, það var nú kannski líka svolítið jóló eða olive og yesterday, þú veist, möguleikarnir eru náttúrulega endalausir sko, því ekki að neita. Þetta eru sem sagt þá klárin sem að ég fram að færa í þessari viku. Ein húfa sem að ég fann óvænt, þannig að ég var heppin að geta talað um það og þessi vettlingar sem að ég prjónaði ekkert sjálf.
en eru samt úr gatninu mínu, þannig að ég að því ég býti reglurnar í þessum þætti að þá ég búin að segja að það megi vera þannig. Klár, ekki bara eftir mig. Og ekki má gleyma, það verður jóladagatals gjafaleikur. Ég ætla að gefa jóladagatal. Annarkvort á Instagram eða Facebook. Einhvern veginn þykir mér líklegra að ég geri það á Instagram. Kannski gef ég 2 eins og í fyrra og verði þá kannski með 1 leik á Facebook og 1 leik á Instagram. Það kann að vera. Og það geta allir tekið þátt, líka þeir sem eru búnir að kaupa. Og það er það bara endurgreitt. Og allir vera með, er það ekki? Já, sem sagt, Instagram og Facebook. Það er bara notendanafni mitt á báðum þessum miðlum og líka á Ravelry er Vatnsnesjarn. Þannig að það er hægt að slá því inn og finna mig þar. Annars segjum við bara gott í þessari viku. Ég ætla að fara og halda áfram að líta. Sjáumst næst.